Sandra María Jensen. Sandra er verið að byrja á óskæði til hamingju með síðasta leik. Það var ekki bara sigur heldur þinn 100. meistaraflokksleikur. Þetta var gaman. Þetta var rosalega skemmtilegur leikur og gaman að þetta hafi verið 100. leikurinn fyrir liðið, þannig að við erum bara rosalega stolt. Svo er náttúrulega gleðin hún heldur áfram eins og einhver skrifaði, en nú er það stórleikur. Það er bikarmeistararnir á morgun, 16. úrslit. Hvernig leggst þetta í ykkur? Þetta leggst alveg rosalega vel í okkur. Þetta verður alveg hörkuleikur á morgun og bara eins og hver leikur við þurfum að mæta tilbúinir að gefa allt sem við eigum til að vinna leikinn og ég held að liðið sé tilbúið í það og ég trúi að við vinnum þennan leik. Sagan segir svo sem ekki mikið, en síðast er að þessi lið mættist í bikar. Manstu hvernig það var? Það var ekki bikarúrslitarum 2013. Við erum ekki að reyða það neitt annar upp. Nei, við erum ekki að reyða það upp. Við ætlum bara að breyta sögunni núna og við ætlum að reyna að vinna þar á morgun. En það er styttra síðan að áttust við og það var bara í fyrstu umferð hérna inn í Boga, þar sem að þið unnu 1-0. Þannig þið vitið að þið getið þetta. Já, við getum þetta klárlega og eins og þessi deild er búin að spilast, bara öll liðin sem er deildinni á bikarnum, þetta eru allt lið sem geta unnið hvort annað, þannig að þetta er bara nýr leikur á morgun og við þurfum bara tilbúin að gefa allt í þennan leik. Þessi leikur sem við unnum núna í deildinni, hann er ekkert að fara að gefa okkur neitt í þessum bikarleik, þannig að við þurfum að gefa allt í þennan leik og ég held að við séum allar klárar í það. En segðu mér Sandra, þetta væntanlega eins og Donni er búin að tala í sumar, þá kemur gengið honum ekkert óvart, en kemur þetta gengið ykkur óvart, stelpunum sjálfum? Sko, við vissum allan tíman að við gætum þetta og við trúðum því bara frá byrjun að við varum að fara að klára þetta Íslandsmót, en það er kannski spurning um að fá fólk með okkur í þetta og fá fólk til að trúa á því að við gætum þetta og með þessari spilamennsku sem við erum búin að spila núna í sumar, þá hef ég ekki trú á öðru en fólk að fara að hafa trú á því líka, þannig að þetta er bara flott og við þurfum bara að halda áfram og gefa ennþá meira í. Það vakti athygli hjá mörgum að því leikurinn á móti Stjörnunni var nú sýndur. Þar voru hreinlega bara valla áhorfendur á vellinum. Það er önnur saga hérna á Akureyri. Hér er alveg vel mætt á leiki og fólk er farið að fylgjast vel með okkur. Já, það var eiginlega sorglegt hversu fáir mættu á leikinn, sérstaklega sem þetta var toppslagur, lið sem var í fyrsta og öðru sæti í deildinni, þannig að maður hefði fyrirfram búast til fleiri áhorfendum, en það sem er svo frábært við leikina hérna heima er að við erum með frábæra stuðningsmenn, bæði Þórsara og KA-menn og Þór KA-menn sem koma á leiki og styðja okkur stelpunar í þessu áfram og það er eitthvað sem hefur gefið okkur alveg rosalega mikið og er alveg stór faktor í því að okkur sé að ganga svona vel. Þetta er ekki bara Þór og KA og Þór KA og allt þetta er bara bærin er að flikka sér á bakki liðsins. Já, þetta er bara allir bærin og ég held að vilja okkur allir vel og mætingin á þessu leik, þetta er bara kringum 400 manns, þannig að þetta er alveg bara frábært, þetta er bara hvaða besta í deildinni, þannig að við getum verið ótrúlega sáttar og við erum það og þakklútar. Allar stelpurnar klárar í leikinn á morgun? Já, hver einu og einasta er klár í þennan leik, þannig að já, það er allar reddi að gefa 100% í þennan leik. Það var ekki notalegt fyrir þig eins og í síðasta leik að loksins að fá að byrja leik? Jú, þetta er búið að vera löng bið hjá mér núna. Ég er ekki búin að spila í byrjunarliði síðan bara í Lengjubikarnum, í byrjun Lengjubikars, þannig að rosalega góð tilfinning að fá að byrja leik aftur og vonandi bara að maður fá að gera fleiri þannig leiki í sumar. Eitthvað langar lengra í bikarnum heldur en í þessi 16. úrslit? Já, að sjálfsögðu, það er alltaf markmiðið að vinna leikinn og komast áfram og þetta er klárlega stærsti leikurinn í þessari keppni núna í 16. úrslitunum. Þetta er svona, já, eins og maður myndi segja toppslagurinn í umferðinni og það verður rosalega gaman og rosalega gott fyrir sjálfstrausti og okkur stelpunar að vinna þennan leik. Þú náttúrulega manst eftir því svo kom fram í hérna í upphafi að þið hafi einu sinni farið á stóru sviði í úrslitaleik, þannig að þú manst að þetta var rosalega gaman og að gera að komast þangað aftur. Já, það er ekkert skemmtilega að spila á Laugardalsvelli, ég get nú alveg sagt það og vitandi að það sé verðlaunin í boði fyrir að vinna þennan leik og síðan komandi leiki þá áfram í bikarnum að fá þá að spila á Laugardalsvelli úrslitaleik bikar er náttúrulega bara ætti að vera nógu mikið til þess að við myndum leggja allt í leikinn og við munum gera það. Þú ert miklu meira klár í slegin. Já, sjálfsög. Sandra, ég er full að trúa okkur, trúum hluti fjöll, farið heim og landi Sigríu, förum áfram í bikarnum. Gangi ykkur vel. Takk hérlega fyrir.